Þorsteinn, það má eiginlega segja að kjörorð dagsins hafi verið þolinmæði og þrautseigja. Þetta var gífurlega torsóttur sigur, ekki satt? Já, þetta var leiðilegur leikur, myndi ég segja. En þetta tókst nú á endanum. Hvað hugsaðir þegar þú sást eftir boltanum hérna í marki nr. 2? Ég veit ekki hvað ég hugsaði, ég bara var óbúslega ánægður að sjá það loksins fara inn. En hvernig var þetta? Ég var nú illa staðsettur og mikið fólk gefur frá mig hvernig var þetta mark? Best ég tók nú bara aukaspyrnuna og markmaður var þarna í stöngina og ég fór bara beint á mig og ég sett hann inn. Veistu hvað var margar mínútur komnar í venjulega leiktíma þegar bolti fór yfir línu? Ég held að verði það 4-5 held ég, eitthvað svoleiðis. Óvenju langur. Gífurlega mikilvægur og þýðingarmikill sigur, svona móralslega erfiður leikur á mánudaginn í 8. úrslitum bikarsins, ekki satt? Jú, en maður hlakkar nú bara til fyrir þannig, maður getur alltaf beðið eftir honum. Það eru takkað fyrir þetta, Þorsteinn. Já, takk svo. Hvað það gerist þeir ekki mikið meira svekkjandi þetta? Nei, þetta er mjög sárt sko. Ríkalega sárt, þeir eru búin að leggja ykkur 150% fram í leikinn og missa þetta inn á loka mínúturum sko, það er svaka sárt. Svona í ljósi þess að þetta er annar leikur en röð sem að þið eru núna að gluta niður forystu á síðustu svona 10 mínútur leiksins. Já, gerðum það síðast mútið B í Bolungavík, mútið alla. Já, svona keimlíkt eða ekki? Já, mjög svipar, mistum sem sagt jafntefli þá á lokasekundar leiksins í aukaspyrnu eins og núna mútið ykkur. Þannig að við verðum endur eitthvað sem við þurfum að bæta bara fyrstu leikætturinn vartalega sér. Hvað tekur við hjá Víði? Næsti leikur eða? Næsti leikur held ég að mútið KS Lifteri bara á miðvikudaginn næsta. Það er bara byggja vona þetta sem við gerum núna í kvöld og það er að horfum á það jákvæð. Já, það má náttúrulega ekki taka það ykkur, þeir börðu skriða vel og eru einum færri ná allar sér að hálfleik. Við gerum það, við náðum að þétta pakkan í seinna hálfleikum rosa vel. Víkingur setti góða pressu á okkur í seinna hálfleik til þess að reyna að opna okkur en við heldum mjög vel til undir lokin. Og við náðum að halda svona baráttu og hugrekki líka við. Höldum því áfram, þá hljótum við getum að hala inn einhverjum stigum í framtíðinni. Takk fyrir þetta.